það sem ég ætla að fara í tímanum í dag hvernig oxonar-aforsunarhvörf eru stillt í súrri lausn og basískri lausn, sitt hvor lausnin. Og ég veit ekki hvort að Birta búin að senda á okkur. Ég sendi morgun upptökur frá Má Björgvinssyni sem var hann og dæmablöð sem hann sendi á okkur Sindra og við máttum deila með ykkur. Þannig að ég sendi það bara á bekkjarráðsmennina og þið getið þá eru það fyrirlestrar frá honum sem að geta þá ekki gert annað en að hjálpa enn frekar. Og svo var ég búin að taka upp einn fyrirlestur þar sem að ég fer í gegnum oxonatölur, svona til að rifja þær upp. Og ég bæði með YouTube myndband af því og síðan eru þið með dæmablað þarna 4.4 og lausnirnar á því. Þannig ég geng svolítið út frá því að við séum að þið séu annarkvort búin að glögga ykkur eða rifja upp oxonatölur eða þá hreinlega eða þá að þið getið rifja það upp. En myndið þið vilja að ég færi örstutt í gegnum reglurnar? Bara til þess að rifja upp eða... Já. Ég ætla þá að gera það. Þá byrjum við á smá upprifjun. Og það er þá á oxonartölum. Og þetta er og þarna voru 4 reglur. Og ég ætla bara að fara hratt í gegn. Fyrsta reglan er að fyrir frumefni þá er oxonartala alltaf 0. Ragnheiður. Já. Þú fórst í síðasta tíma yfir frumefni, atómjónir og í jónaefnum alkali, málma, jarðalkali og ál og borflokks. Þannig við vorum í rauninni komin að 3 þarna málmleysingja. Já. Heyrðu, frábært, takk fyrir. Þá fer ég yfir í það. Förum þá í 3. þar sem við erum að tala málmleysingjar. Og það er í rauninni tvennt sem er með málmleysingjar. Það er náttúrulega, ef þeir eru í jónaefnum, þá eru þeir alltaf með neikvæðar oxonatölur. Í jónaefnum eru oxonatölur neikvæðar. Og venjulega er það bara eins og fyrir jónir að maður getur fundið oxonatöluna hreinlega í jónatöflunni. Þannig að í samræmi við hleðslu. Þannig að ef við værum til dæmis með segjum koparórið eða hvað ég var að segja annað S3 að getum við fundið út að klór að það er yfirleitt alltaf með í jónaefnum er það alltaf með hleðsluna -1 og það þýðir þá að oxonartalan er -1. Svo segjum við sinnum 2 að við erum með 2 klóratóm og þá getur maður fundið þá hlýtur þetta að vera +2 af því að þetta er óhlaðið atóm óhlaðið sameind sem kemur svo reyndar ekki fyrir henni reglu 4. Og síðan fyrir ál að var okkur gefið það að ál, en það var þá í lok síðasta tíma, það hefur alltaf oxonatöluna +3 þegar það er í efnasambandi eða jónaefni. Og erum við með 2 slíkar, þannig að myndum við vera með -2 sinnum 3. En þetta er það að jónirnar í jónaefnum, þá erum við með að þær eru mínus og þær eru í rauninni bara þær sömu eins og hleðsla jónarinnar. Ef að hins vegar
við erum með sameindaefni. Í sameindaefnum þá er hérna málið örlítið flóknara af því að við erum með þessa reglu að hérna summa oxunartalna jöfn þá hleðslu sameindar. Þannig að þá alltaf hérna annar málmleysingin myndi vera með mínus oxunartölu en hinn neyðist þá til þess að vera með plús. Ragnheiður. Já. Þarna með -2, Já. Hvernig ferðu þá tölu? Hérna, áttu við hérna? Já. Í þessu. Já, þá það þannig að þá ég búin að segja hérna að ár plús 3 sinnum 2, það gefur mér plús 6 og þar að leiða... Já, hvað þarf það að vera? Já, þá verður þetta hérna að vera til samans -6. Af því að heildar summa oxunartalna 0. Það kannski svolítið bagalegt fyrir að taka sér dæmi að reglan þessa summu í rauninni regla 4. Okay. Þannig að við förum betur í þetta þá. En þá þýðir það að við þurfum að hafa hérna að þetta sé -2 til þess að við fáum -6 út. En þetta svolítið eins og þegar við erum að finna hleðslu jóna í jónaefnum. Okay. Það sagt að það þá að oxunartalan og hleðslan sama gildið. Í sameindaefnum hins vegar, þá erum við með hérna bara að við getum verið að þeir geta verið þess að bæði með mínus og plús oxunartölur. Geta verið jákvæðar. Þannig að það ekki bara neikvæðar, heldur líka jákvæðar. Og við verðum að fylgja þá ákveðinni grunnreglu og það þá oxunartölur fyrir súrefni, fyrir vetni og fyrir halógenuna. Að við notum þessar oxunartölur til þess að finna þá oxunartölur annarra efna í sameindinni. Og við getum sagt að fyrir súrefni, það sem sagt fyrsta. Þá gildir að oxunartala súrefnis oftast -2. Oxunartala sem sagt -2. Þetta langt algengast og það í rauninni bara ein undantekning sem við tölum og það var þessi peróxíðjón sem við minnir ég hef nú eitthvað verið að nefna í síðasta tíma. Undantekning, það ef við erum með peróxíð sem þá þessi hérna jón O2 mínus, að þá oxunartala hvors súrefnis í þessu hérna væri þá -1. Af því að þegar við erum að skoða oxunartölur, þá maður alltaf að skoða, ef við erum með O2, þá erum við með 2 súrefnisatóm og við erum að deila þá í rauninu oxunartölunum, ef við erum hérna með hleðsluna 2 mínus, þá erum við til samans með oxunartöluna -2, sem þýðir að það -1 á hvora jón, eða hvort atóm. Og þið getið þekkt undantekningarnar fyrir þessi peróxíð, af því að við fáum að þau alltaf bara það eru 3 sameindir í rauninni sem þið getið fengið þar sem að þetta til staðar og það vetnisperóxíð, H2O2, versus náttúrulega H2O sem þá algengasta form þessa efnasambands milli vatns og súrefnis. Og þá notar maður sem sagt það að vetni alltaf +1 ef það með sameindaefnum, sinnum 2, af því að við erum með 2 hérna. Hleðslan 0, þannig að útkomin 0. Og þá myndum við vera með 2 sinnum oxunartöluna fyrir súrefni til þess að gefa okkur hvert þá gildi súrefnis.
í svona dæmum þá væri líka spurt hver oxunartala súrefnis. Og þetta að því að dæmið gengur ekki öðruvísi upp. Sama gildir ef við erum með alkalimál, eins og til dæmis natríum. Við fáum Na2 og 2. Þá þekkir maður að erum við líka með peróxíð, að því natríum alltaf +1. Ragnheiður, Já, ég var að spá, þú veist, eins og peróxíð, skilurðu, já, við þurfum ekkert við getum munað, fattarðu, en er ekki alltaf bara að leiða þetta út frá, þú veist, að fjöldi atóma þurfa að vera jafn hleðslunni? jú, nákvæmlega. Þarf maður Já. að muna til að, nema þegar kemur svona, hvað heitir það, svona samband, það þarf náttúrulega að muna til að Já, geta fundið. þetta í rauninni eina efnasambandið sem að væri þá H2O2, sem þá svona sameindaefni á ég við. En hitt eru þá jónaefni og þar getur maður fara algjörlega eftir því. Myndum við hugsa en fyrir vetni það mjög einfalt af því að oxunartala fyrir vetni alltaf +1 ef hún í sambandi með öðrum málmleysingja. Já. Þannig að myndum við fá að í að venjulega, ef ég skrifa venjulega efnin fyrir vetni og súrefni eru H2O, þar erum við með oxunartöluna -2 fyrir súrefni og venjulega efni þegar við erum með natríum eitthvað oxíð þá Na2O, að við þurfum 2 natríumjónir sem eru +1 á móti 2 mínus súrefnisjón. Þannig að þetta svona réttasta, eða skulum við segja algengasta formið. Og svo erum við með málmleysinga eins og til dæmis kalíum og þá myndum við fá CaO2 og það var líka búið að tala það að jarðalkalimálmar eru alltaf með oxunartöluna +2 og hleðsluna +2. Þannig erum við +2 sem þýðir að þetta til samans verður þá að vera -2 sem þá 2 sinnum -1 sem þýðir erum við líka með þessa peróxíðjón og myndum við vera algengast væri að vera með kalsíumoxíð +2 -2. Þannig að þetta eru svona algengu formin þegar oxunartala súrefnis -2 og svona eins og við þekkjum best. Undantekningarnar eru þessar Ef við erum með O2 sem tengist H2, natríum 2 eða kalsíum og þá þetta að tala alkalimálma og jarðalkalimálma. Þetta súrefni og það þið þurfum ekki að hafa áhyggjur af því þegar við fyrir að stilla efnajöfnurnar í súr og basískri lausn, þá erum við alltaf að tala að súrefni sé með oxunartöluna -2. Og næsta regla þá í málmleysingunum, það myndi vera fyrir vetni. Og það mjög einfalt að vetni hefur ýmist oxunartöluna +1, eins og þegar það í efnasambandi með málmleysingum, en -1 hins vegar ef það í jónaefni. Og það kannski spurning hvort ég fæ að skrifa þetta hér fyrir ofan. Þá myndi, var súrefni, næst kom þá vetni. Og það H. Og þá oxunartala +1 ef í efnasambandi með, eða sem sagt náttúrulega bara í sameinda efni, í efnasambandi með málmleysingja. Sem náttúrulega bara sameinda efni. Og þarna erum við þá með dæmi eins og vatn eða HCl eða NH3, að þarna í öllum þessum dæmum þá erum við bara með +1.
og ég ætla að gera hérna svona kassa hérna utanum upp á samræmið. En ef hins vegar að það í jónaefni, þá er oxunartalan -1 og þá segjum við bara ef í jónaefni, sem sagt þá það efnasamband með málmi og þá myndi það vera að skrifa sem sagt eins og natriumhýdrið og þá kemur vetni fyrir aftan sem sagt sem anjón í rauninni. Hérna myndum við vera með -1 og natrium alltaf +1. En sem sagt í þessum dæmum, allavega svona dæmum þar sem við erum að stilla efnajöfnur, þá erum við alltaf með vetni sem annarkvort bara sem H+, sem þá auðvitað +1, eða í einhverju sameindaefnum. Þannig þið þurfum bara að kannast við þetta og náttúrulega það kemur dæmi þar sem þið eigið að finna oxunartölu efna bara, að þá er þetta reglan. Og svo í þriðja lagi, þá eru það halógenarnir. Þannig hérna var súrefni, vetni, halógenar. Og halógenarnir eru náttúrulega þessir þá erum við með flúor, klór, bróm og jóð, ef við horfum á lotukerfið, það næst síðasta flokk. Og það flúor sem svona algjörlega stöðugur, af því að oxunartala flúors alltaf -1. Það breytist ekki. Þetta rafneikvæðasta efni lotukerfisins. Alltaf -1. Þannig að það ágætt að hafa það fast að ef að flúor í einhverju efnasambandi þá þurfum við ekki að hugsa það meir. Hins vegar gildir með hina 3, klór, bróm og jóð, Cl, Br og I, náttúrulega í jónaefnum eru þeir -1. Það sem sagt -1 í jónaefnum, eins og bara jónataflan segir fyrir og í tvíatóma sameindum, sem sagt svona sameindaefnum, þá eru þeir -1. -1 líka. Og erum við að tala þegar við tölum tvíatóma sameindir, þá erum við að tala eins og til dæmis HCl eða CCl4. Að það eru 2 tegundir af frumefnum í þessu. Og þarna það þá -1. En það náttúrulega undantekning frá þessu, nema, og það vissulega ef að klór, bróm og jóð í efnasambandi með flúor. Þá flúor, það alltaf -1. Í efnasambandi með flúor sem sagt F, og þá erum við með það og reglan sú þegar við teiknum upp sameindir, þið þurfum ekki að áhyggjur af því svo sem, en við látum alltaf neðsta atómið í lotukerfinu koma undan því efra þegar við erum innan sama flokks. Þannig að ef við erum til dæmis með bara jóðflúorið, þá það á hreinu að flúoriðið fær -1 og til þess að við séum með jafnmarga plús og mínusa, þá myndi jóð fá +1. Þannig að það í fyrsta lagi og hitt ef að þið í efnasambandi með súrefni. Þannig að það nema sem sagt í efnasambandi með flúor og í efnasambandi með súrefni. Súrefni sem sagt O. Og getum við þá tekið dæmi.
þar sem að við gætum verið með, hvað ég að segja bara, CL, segi bara CL-O2. En það eru til alveg ótrúlegustu samsetningar af málmleysingum, þó að málmar getur verið jónaefnin séu svolítið föst út af hleðslunum. En myndum við þá alltaf segja að súrefni sé -2 sinnum 2. Erum við þá komið með að þetta er -4 og þá er oxunartala fyrir klór +4. Og ég reikna með, þó það sé ekki nefnt sérstaklega, að ef að flúor og súrefni lenda saman í efnasambandi, þá myndi flúor vinna og súrefni myndi neyðast til þess að fara yfir í oxunartölu. En ég hef nú ekki séð dæmi það ennþá. En allavega þá eru þetta reglurnar halógenana. Og þá að lokum. Ég datta aðeins út, Ragnheiður. Eina undantekningin þegar súrefni er jákvætt, að gæti mögulega orðið jákvætt, er í efnasambandi. Já, þá myndi ég ætla það, svona ég var að velta þessu fyrir mér að við erum að segja undantekningin fyrir klór, bróm og joð er ef þeir eru í efnasambandi með flúor eða súrefni, að þau proppi það alltaf og séu mínus. En ef við hins vegar erum komið með einhver efni eins og segjum FO2 eða eitthvað efni, og ég kannski bara að búa til eitthvað efni sem ekki til. En ef við erum með þetta þá erum við kannski komið með þetta súper, það ætla ekki að segja bara hér. Að myndum við þá vera með að oxunartalan væri -1, af því að við erum með þessa reglu að fyrir flúor er oxunartalan alltaf -1. Þannig að þá myndi súrefni detta yfir í það að vera plús. Ok, takk. Já, og síðan er það þá síðasta reglan sem er þessi samlagningarregla sem auðvitað búið að vera að nota lon og don. Vetni, halógenar, já, ég ætla að taka þá vetnir út. Regla 4. Og það er þarna að summa oxunartalna. Og þetta er þá í óhlaðnum sameindum. Oxunartalna í óhlaðnum sameindum. Hún er alltaf 0 og 0 Og erum við þá að skoða eins og fyrir H2O. Og við erum að finna oxunartöluna fyrir þessi efni, að þá myndi það alltaf þurfa að ganga upp að við erum með oxunartöluna -2 fyrir súrefni, 2 sinnum +1 fyrir vetni og summan af þessu myndi vera 0. Alveg eins og hleðslan af H2O er 0. Þannig að myndum við taka, ef ég seti þetta upp í svona jöfnu, að 2 sinnum +1 plus -2 er sama sem 0. Og það er hleðslan. Og þetta nota maður þá til þess að finna eins og ok, ef F er mínus, þá verður I pluset til þess að þetta gangi upp. Og síðan var síðasta þá sem er þarna innan þessa, og það er ef við erum með sameindajón. Við erum með hleðslu. Þá getum við sagt að fyrir sameindajón gildir að summa oxunartalna er jöfn hleðslu jónarinnar. Summa oxunartalna hleðslu jónarinnar. Heyrðu, Birta, því þú ert þarna,
Sástu tölvupóstinn frá mér með þarna gögnum frá Mál? Já, ekki Það allir. æðislegt. Já, ég sá. Ég nefnilega kann ekki við að setja fyrirlestarana hans inn á námsnetið. Nei, En ég fekk eins og leyfi til þess að deila með ykkur. ok. Já. Og síðan erum við þá með dæmi eins og til dæmis bara ClO3-. Þetta er þessi klóratjón. Að myndum við þá segja að ef við erum að setja dæmið upp, þá er það sem sagt oxonatalan fyrir klór pluss 3 sinnum oxonatalan fyrir súrefni. Að í þessum dæmi getum við alltaf reiknað með því að súrefni er eitthvað sem við þekkjum. Og við erum með 3 súrefni, þannig að það er 3 sinnum mínus 2. Og þar sem að hleðslan er 1 á jóninni, þá er þetta útkoman. Og þá veit maður það að hérna eru þau með mínus 6 og til þess að þetta gangi upp, þá verður oxonatala klórs að vera pluss 5. Þannig að oxonatala þessara margra málmleysingja getur verið mjög mismunandi. Ekki bara einhver ein. Þetta eru reglurnar og svo ætla ég bara að taka hérna eitt í viðbót og það er þegar við erum með eins og þessa jón Cr2 O7 2 mínus og við eigum að finna oxonataluna fyrir króm. Þá er málið alltaf að við erum að finna oxonatöluna alltaf fyrir 1 krómatóm í þessari sameind. Þannig að þá myndir maður setja fyrir ofan að við erum með 7 súrefnisatóm og hvert sig hefur oxonatöluna mínus 2. Hleðslan er 2 mínus og svo erum við með 2 sinnum þá oxonatöluna fyrir króm. Þannig að ef maður myndi setja þetta upp þá er það 2 sinnum óþekkta oxonatalan pluss 7 sinnum mínus 2 er sama sem mínus 2 sem er þá bara hleðslan Og værum við þá komið með að þetta er mínus 14 og til þess að dæmið gangi upp þá verður þetta vera pluss 12, að því 12 minus 14 eru mínus 2 og þar með að oxonatala króms er þá pluss 6. Það skiptir máli þegar við erum að spyrja hver er oxonatala króms. Það mætti þið ekki segja bara, já, ok, þá er það pluss 12, af því það er það sem þarf. Heldur verður þá að hafa í huga að þetta eru 2 krómatóm sem að skipta þessari oxonatölu á milli sín. Þetta eru oxonatölunar og þá það var mjög fínt að fara í gegnum þetta. Bara sem ég hafa á hreinu eins og með króm, það er pluss 12 þarna og það eru 2 atóm. Er það oxonatalan pluss 12, en á hverja er það 6? Já, einmitt. Ef það er spurt á hver er oxonatalan af króm þarna, þá segir maður 12. Og þá myndum við að segja, ef að spurningin er, finndu oxonatölu króms, þá myndi það vera pluss 6. Já, það er alltaf verið að tala það er í rauninni alltaf verið að spyrja hvort krómatóm, þannig að svarið væri bara að hvort krómatóm hefur þessa oxonatölu og það er svarið. Þannig við erum alltaf að svara fyrir 1 atóm. Hversu mörg atóm eru í efnajöfnunni. Og í þessu dæmum þá getum við gengið út frá því að súrefni er alltaf mínus 2. Þegar við erum með, það er bara ef við sjáum þetta H2O2 eða alkalimálm eða jarðalkalimálm með súrefni sem að þið skuli velta fyrir ykkur hvort það sé mögulegt að það sé þessi peroxidjón sem við verðum að tala Já, en ég var að velta fyrir mér að því að við eigum hvað eftir 10 mínútur, er ekki bara óhægt að byrja aðeins á að stilla efnajöfnurnar? Jú. Það er þetta er þá þessa aðferð og ég ætla að taka þetta upp sjálf líka á YouTube
En náttúrulega Már búinn að gera þetta og það mjög gott. Og og þetta þá þessi kafli 22, eða öllu heldur ígildi kafla 22, af því að við erum ekki með við förum ekki eftir aðferðin sem í bókinni. Við notum ekki að setja í súrar og barskar? Jú, við gerum við súr og basískri lausn, en við notum aðra aðferð heldur en kennd í bókinni, sem að held ég að þá erum við að stilla hálfhvörfin. Já, notum við ekki hana? Nei, við notum hana ekki. En má nota hana ef maður kann hana? Já, auðvitað. Alveg ekki spurning. Og ég held að Már, ég leit nú ekki alveg á þessu vídeó hjá honum, en hann talaði nú eitthvað stillingu hálfhvarfa þarna neðst í fyrirlesturinn. Já, og það maður þarf að kunna það fyrir þarf ekki að kunna það fyrir eitthvað annað sem kemur eftir hann. Mér fannst eins og við vorum eitthvað að skoða hálfhvörf, eða kannski ekki að stilla þau. Já, það gæti verið þarna í rafhlöðunum og í framhaldi af því. En tökum við það ekki, rafhlöðuna? Jú, við tökum kafla, það eftir páska, við klárum þennan kafla núna, og síðan fyrir við eftir páska, þá tökum við svona 23 og 4 eftir því sem við getum. Sjáum en það þarf ekki að vera löng umfjöllun. En það á netinu þá líka, eða? Hvað segirðu? Það verður líka svona Teams, kennslu það ekki? Jú, nákvæmlega. Þannig að við getum sagt aðferð til að stilla oxunar ávöxtunarkvörf og þetta þá í súrri eða basískri lausn. Ekki hvort tveggja í senn. Þetta MR aðferðin? Þetta MR, já. Þess sem að ég man eftir því þegar ég var að læra hana hjá Skarphéðini. Súrri og basískri lausn. Segir nú kannski ekki, ég hef munað hana alla ævi þangað til ég fór að kenna aftur í MR, en hún rifjast mjög hratt upp. Og þá það þannig að það eru fyrstu 4 skrefir þegar við erum að stilla svona jöfnur. Þau eru þau sömu, alveg óháð því hvort að lausnin súr eða basísk. Og ég ætla að setja í ganni neðst á töfluna, bara til að sýna ykkur jafn óður hvað verið að tala að við gætum fengið dæmi þar sem að við erum með silfur sem fastefni pluss sulfatión SO4 2-. Þetta verður SO2 pluss Ag+. Og þarna það fyrsta sem talað og ég ætla að reynda að setja fyrir neðan líka fyrir eitt sem ég að hugsa ef ég væri með Ag, Cl verður ég bara að búa til, en ég langar til þess að hafa þetta að því að þegar við erum með efnahvörf, þar sem að við erum með klór 2 og svo erum við með klór hinum megin, þá vil ég að þið byrjið á því bara að stilla það í rauninni leið og í fyrsta skrefinu. Þannig að fyrsta reglan sú að þið látið setið efnin í röð hvarfefni myndefni sem að svo sem segir sér sjálft. Þannig að bara efnum í hvarfefni. Og þessar reglur eru nú örugglega að vísa til þessa því að þið komum nú alltaf til með að fá dæmi þar sem að það búið að setja þetta upp á þennan hátt, að þið eru með hvarfefnin og myndefnin. Þannig að þetta örugglega einhver tíma þegar hvort sem var Skarphéðinn einhver annar sem setti þetta blað saman, þegar menn þurftu að gera dæmin þá alveg frá grunni. Og það næsta, og myndi ég vilja bæta við og stilla ég veit ekki hvernig ég að kalla það, ef það svona augljós atriði, eins og þetta að ef við erum með CL2 hér, að setja 2 fyrir framan og 2 Ég veit ekki hvernig ég á að orða þetta
stilla hérna augljós atriði samanber CL mínus verður CL2 að setja þá 2 hérna fyrir framan. Það er óhætt að gera það á þessu tíma, annars getur maður lent í vandræðum seinna. Í öðru lagi, þá er það að finna oxonatölur fyrir öll efnin. Eða fyrir öll atóm. Og hérna ætla ég að segja að hérna erum við með hérna frumefni, þannig að oxonatalan er 0. Hérna erum við með súrefni sem er þá 4 sinnum 2 mínus. Það er alveg hrikalega algengt að súrefni sé svona hérna sem við notum til að finna hver oxonatalan fyrir aðalefnið, efni sem eru oxast og afoxast. Af því að þessum dæmi sem við erum að taka, þá er súrefni yfirleitt ekki að taka þátt í efnahvarfinu sem oxari. Hérna myndum við þá vera með að brennisteinn er +6, að því +6 mínus 8 er sama sem -2. Þannig við erum komið +6 fyrir brennisteinn. Hérna erum við síðan með hérna +1 fyrir silfur, eða þetta var reglan að ef við erum með 1 atóma jón, þá er hún hérna bara oxonatalan jöfn hleðslunni. Og síðan erum við hérna með 2 sinnum -2. Þetta er óhlaðið, þannig að þetta er 0. Þetta er -4 og þá er oxonatalan fyrir S+4. Þannig að þá erum við komin með hérna, og ég ætla ekkert að nota þetta meir, þetta var bara svona til að sýna þessa stillingu þarna sem ég var að hafa áhyggjur af. Þarna erum við búin að finna oxonatölurnar. Og hérna erum við, sem sagt, er súrefni, það er sama oxonatalan báðum megin og það mun alltaf vera þannig í þessu dæmi. Síðan kemur í þriðja lagi og þá er það að hérna finna hvernig oxonatölurnar breytast, finna breytingu á oxonatölum. Og síðan þarf maður að stilla þannig að það séu jafnmargar rafeindir sem að losna úr oxonahvarfi og þær sem að afoxonahvarf fær. Þannig að hvernig er þetta orðað hérna? Hækkun og lækkun oxonatalna ákvörðuð eða fjöldi rafeinda ákvarðaður sem flyst á milli efnahvarfa. Breyting á oxonatölum eða hérna flutning rafeinda, skulum við segja bara milli hvarf og myndefna. Ég ætla að sýna ykkur hvað er verið að tala um. Hérna ef ég tek burtu súrefni sem að er hérna fyrir, þá erum við að tala um að sjá hvað verður silfur og hvað verður brennistein. Og súrefni í rauninni þá breytist þetta ekki neitt, að oxonatalan er -2. En þá er oft ágætt að setja bara oxonatölurnar, að við byrjum með oxonatölurnar 0, en við endum með oxonatölurnar +1. Og þá er spurningin hérna, hvað gerist? Og það þýðir það að silfur er búið að missa eina rafeind. En við segjum hérna að það missir eina rafeind, eða það sem er hérna þægilegast að gera bara að segja mínus er mínus. Þetta er það sem að hérna það gerist. Þetta þýðir oxun, af því að oxun þýðir að missa rafeindir. Brennisteinn hins vegar, þarna förum við frá +6 niður í +4. Þannig að oxonatalan er búin að lækka 2, sem þýðir það að það hefur fengið 2 rafeindir. Þannig að hérna er það þá +2 rafeindir.
Þetta er það sem við fáum fyrir þetta hérna. Hérna erum við búin að finna breytingu á oxonatölum eða flutning rafeinda. Hvernig breytast þær og hvað er þá að gerast. Þetta er að missa rafeind, þetta er að fá rafeindir, þetta er sem sagt avoxun og þetta er oxun. Þriðja hérna og síðasta sem er sameiginlegt er að þið þurfa að passa það að það eru jafnmargar rafeindir sem að losna úr oxonahvarfi eins og hérna eru teknar inn í avoxunarhvarfi. Þar að við þurfum að margfalda þessar hérna rafeindir með 2 til þess að þetta sé sama talan hérna. Hérna er sagt sem sagt að hérna bara fjöldi rafeinda í oxonarhvarfi og avoxun þarf að vera sá sami. Í oxun og avoxun segjum bara samræmdur með því að margfalda með hérna, og þetta eru þá okkur heiltölugildi, segjum bara stuðlum sem fara líka þá hérna fyrir framan efnin í efnajöfninni. Líka inn í efnajöfnu. Og þetta eins og svo margt annað að þá er þægilega að sýna þetta heldur en að skrifa. Að hérna erum við með 2 rafeindir sem að hérna í avoxunarhvarfinu. Hérna þurfum við að margfalda þessar hérna með 2 til þess að séu jafnmargar rafeindir sem að hérna fara úr oxonarhvarfinu. Þannig að við þurfum að hafa 2 rafeindir báðum megin, en þegar við erum búin að margfalda með 2 hér, þá þurfum við líka að margfalda með 2 efnin sem að hérna þessir 2 eða þessar rafeindir heyra til. Af því að frá einu silfuratómi þá losnar 1 rafeind til þess að mynda eina silfurjón. En við þurfum 2 rafeindir og þar að leiðandi þurfum við 2 silfuratóm sem gefa þá til samans frá sér. 2 rafeindir til að mynda hérna og þá verður þetta sem sagt hérna sinnum 2. Hérna erum við sem sagt bara búin að taka það sem þið gerir þá fyrir hérna hvörfun. Og á morgun þá ætla ég að halda áfram og fara þá í hérna framhaldið þar sem það greinist þá að milli basa og sýru hvarfs. En hérna, já. Getur látið dæmin fyrir 14.5? Já, fyrir 14. kafla. Fyrir 14.5. Þú lest bara 14.4. Nei, 14.1-3, en það vantar 14.5. Ok, já. Nákvæmlega, sko, því var ekki með hérna sérstaklega dæmakafla þar, en ég skal hérna finna til dæmin samt sem áður. Ok. Heyrðu, flott er. Heyrðu, og varðandi skýrsluna, þá er ekkert mál að skila henni helgina og þess vegna eftir helgi, bara þið njótið nú páskafrísins að einhverju leyti. Ok. Allt er fína. Takk fyrir tímann. Takk fyrir tímann. Stopp. Já, takk fyrir tímann.